Og sæl aftur, velkomin að Rauðaborðinu eftir frímínútur. Það búið að vera svolítið svona eiginlega leiklistarslagsíða hérna í umræðinu í kvöld og okkur langar til að ná utan svona pólitískt samhengi líka og ræða Grænland í brennidepli. Við ætlum að halda því líka áfram í næstu viku og svo nú Los Angeles víst að brenna, þannig að við ætlum að ræða aðeins hugsa til Los Angeles. En hingað komin Jón Helgi Þórarinsson, tölvuleikjahönnuður og svona Gandálfur og líka má ekki segja fyrrum útvarpsmaður. Fyrrum útvarpsmaður, já. Við vorum nú að vinna saman á Útvarp Rót í gamla daga. Já. Og þú komst hérna í spjall til Gunnars Smára einhvern tímann í fyrra. Já, með Ragnari og Sofíu, já. Ragnari heitnum. Það var mjög gaman að rifja þetta starfi upp. Það var náttúrulega alveg ósvipað eins og þú sagðir það við hliðin á hampiðunni og núna því miður verið að bora ennþá hérna því að í þessu ofsafrosti þá springa lagnir, þannig að það eru einhverjir lagnamenn að bora hérna í næsta húsi og þannig að ég vona að trufla ekki mikið okkar spjall. Við reynum að bara tala beint í hljóðnemanna en það var svolítið fyndið því ég fatt að þú tengdist nú líka leiklistinni, þú hefur verið, leikurinn eiginlega svolítið svona yfirheiti yfir þessum þætti, en þú býr til heima og þú hannar tölvuleiki, en þú varst fyrir einhverjum árum á Grænlandi og þekki Grænland svona... Já, ég þekki svona hluta á Grænlandi og ákveðið fólk á Grænlandi og ég fór þangað 1990 og það var algjör hending. Það var einhver kunningi föður mín sem var prófessor við háskólann í Tromsø sem var að drífa einhverja rannsóknir á silungum upp á Grænlandi og hafði ráðið einhverja líffræðinga í einhver 1 eða 2 ár. Skildi þá eftir upp á Grænlandi og þeir byrjuði alltaf að gera eitthvað allt annað en hann ætlaði að láta það að gera sko. Þannig að hann vildi eitthvað sem hafði ekki hundsvit og líffræði. Þannig að hérna... Þú varst ekki að læra líffræði í Tromsø? Út af þessu sko. Já. En þetta byrjaði þannig að ég fór að færa þessum mönnum kaffi og hann spurði mig hvort ég vildi koma til Grænlands og vera þar í 8 mánuði. Og daginn eftir var ég á Grænlandi. mjög einfalt. Og var það, 8 mánuði þarna 1990 og svo hálft árið eftir 6 mánuði 91. En hvernig, þá ert þú svona, þekkir aðeins til og við vorum að tala þetta, það svolítið skrítið hvað lítið eiginlega samstarfið, grænlenska listamenn að mörgu leyti, það náttúrulega eitthvað og svona pólitískt samstarf lítið og kannski lítill áhugi Íslendinga á grænlendingum nema bara svona einstaka menn, en hvernig, þannig að þú ert í svona grænlendinga Gandálfa félaginu, sko, hvernig koma þessar fréttir núna við þig þarna son Trump sem að og þá feðga og svo hvernig Þorgerður Katrín og Íslendingar bregðast við þessum yfirlýsingum svona, hvernig? Já, sko, í fyrsta lagi það er alveg sagt að Íslendingar eiginlega, ég held að Íslendingar hafa ekki fattað almennilega hvað eiga í grænlendingum. Það sem var mjög augljóst þegar ég kem þarna og mér var dempað í einhverjum smá fjörð á suðaustu Grænlandi í einhverju rannsóknarstöð þar sem ég var allan tíma og það byggu 2 fjölskyldur í firðinum, bæði bændur og og þeim var voðalega vel við Íslendinga og ég held að vera bara svona kurteisir sko. Og þeir voru alltaf að bjóða mér í mat og bjóða mér í hitt og þetta og einhverju veislur og eitthvað og ég meina það var svolítið engin annar að bjóða þannig að ég held að það væri kannski bara það en síðan öðru hvoru þá fylltist þessir rannsóknarstöð af fólki frá Danmörk og Svíþjóð og allstaðar frá og áfram var mér bara boðið sem að var svolítið skrítið og ég spurði Otto og annan bræðranna sem að bjóða þarna hvernig stæði þessu og hann sagði Íslendingar eru svona inúítar sko. Þannig að við bjóðum ykkur en þeim líkaði verfið hina
og ég held að það sé nú kannski bara þeir hafa verið heppnir með Íslendingar sem hafa farið þangað kannski en svo það líka að grænlendingar hafa heilmikið tengst við Íslendingar sem ég held að við bara gerum okkur ekkert grein fyrir. Það var einhvern tíman í ágúst 1991, seint í ágúst og þá átti ég að fara upp á heiði þarna fyrir ofan í Galíku. Heiðin heitir Vatnaheiði, þetta eitt af fáum örnefnin sem eftir norræna tíman hann og átti að skoða fiska í einhvernum vötnum þarna og það kemur þyrla og hendir mér þarna upp á miðja heiði með alla mína græjur og þar ég að veiða fisk og merkja og sleppa og mæla og gera eitthvað. Og svo að kvöldi dags að þá ég slorugur fyrir haus út á Víðavangi þarna og svo sé ég eitthvað foss þarna, þetta allt langt frá og ákveði að fara þangað og baða mig. Og ég labba þangað og það var alveg nærri 2 tíma labb, þetta lengur en það virtist. Og svo fer ég þangað og geri það í ísköldu vatni og svo kom ég nótt og ég að labba tilbaka í tjaldi sem ég var með þannig. Og þá heyri ég einhver hljóð og fer að labba á það og svo er það músík og ég vissi ekki til að neitt byggi þarna í einhverjum 20 kilometra fjarlægð eins og ég labba nær og það engir vegir og það ekki, þú veist, ég bara út á Víðavangi og svo kem ég yfir einhverja hæð og þar stendur hús og það eitthvað í gangi í húsinu og heilmikil músík og ég banka upp á, þá kemur einhver gaur og opnar upp og þá verið að spila Bubba á gítar og allir að syngja og ég held ég að vera komin í einhvern íslensk partíu. Nei, það voru þetta bara grænlendingar. Þetta voru allt saman bændur frá þessu svæði og þeir hefðu allir verið á bændaskólum hérna á Íslandi og voru mjög hamingjusamir með þá staðreynd og sumir hefðu verið hérna í fiski og ýmislegt og það var einhvern veginn mjög spes að vera frá Íslandi þannig vegna þess að allir voru bara fullt af fólki þannig sem að fannst bara Íslendingar æðisleir sem þú veist, svolítið skrítið stundum en ég einhvern veginn fann fyrir þessu oft að þeir líta á okkur sem einhvern veginn jafningi að mörguleiti með svipaða sögu. Ég meina við náttúrulega vorum undir Dönum allan að tíma, við vorum nýlenda, allt sem við framleitum fór eitthvað burt og þú veist, við erum í svipuðum dúr og svo... Við erum samherjar. Já, vonandi. En það undir okkur komið meira en þeim. Það eyðileggja það hugtak að vera samherji en eru við sem sagt, finnst þér svona Íslendingar þá, svo þegar þú kemur tilbaka finnst þér þá svona eins og við séum að standa okkur í því að vera samherjar? Ég veit ekki, það fáir það voru lítið talað grænlendinga eða lítið, en það ég þekki nokkra sem að farið þangað að vinna og eru allir mjög hamingjusamir með grænlendingana sem þeir hitta. Ég þekki líka Arnar Valgeirsson sem er búin að vera mikið í þessu skákferðum hann upp eftir. Eskufélagi mín frá Akureyri. Og en ég held að við gerum alltaf lítið af þessu. Ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað við eigum í grænlendingum. En þetta ekki samt svolítið óheppilegt fyrir ekki, ég ætla ekki að vera með ritstýringu, óheppilegt orðalag að við eigum í grænlendingum, það að segja, ekki Danir sem telja sig eiga þá? Jú, en ég meina við eigum vini í þeim, skilur. Já, svoleiðis, bara þannig orðalag. Já. Nei, við eigum það ekki. Ég meina eignarhald. Við eigum það sem vini, við eigum það sem nágranna, við eigum það sem, þú veist, og við eigum náttúrulega eins og segir einhvers staðar að hitta það oft og hlæja að bröndrunum þeirra, sko. Og En ég var nú líka að hugsa bara að því að það náttúrulega eignarhald Dana svolítið á
það ekki ennþá? Grænlendingar eru bara nýlenda og þess vegna er svolítið svakalegt þegar bara yfirlýsingar Trump sem það að þeir munu líka svo opaslega, það verið svo gott fyrir grænlendinga að vera hluta Bandaríkjunum. Það verið bara hugsa bara svona klassist dæmi í sögunni þegar að þú veist þegar svona lítil ríki einhvern veginn eru tekin sjanghæið frá einum yfir yfirráða herra einhverjum, valdherra yfir nýlendu herra undir annan beint undir annan. Já, það er tvennt í þessu Danir hafa náttúrulega ekkert alltaf endilega verið bestu nýlendu herrarnir og það eru að vísu 35 ár síðan ég var þarna með 34-5 ár en ég man til dæmis að það var bændurnir þarna í þessu svæði þar sem ég var með mitt setup að þeir voru að fara að framleiða rafmagn og setja upp stíplu og boru gati gegnum fjall og ætlaði að setja turbínu í gatið og framleiða sitt rafmagn fyrir skíð og ingenting mjög ódýr framkvæmd og þeir en að því að þetta gerðist í Grænlandi að þá þurftu þeir að borga ákveðin nýlenduskatt af öllu sem að þeir framleitu sem ég man ekki hvað var, hvort það var 10-11% eða hvað og það var svo sem allt í lagi en svo fundur það út að rafmagnsverði sem var miðað við var hvað það kostaði að framleiða í Kolaveri á Jótlandi og þá voru allt í einu þessi 10-11% orðin meira heldur en það kostaði að framleiða rafmagnið og það eru svona hlutir sem að eru erfiðir. Það er líka eins og ég var að fá stóra sendingar af alls konar tækjabúnaði og það þurfti að borga nýlendu skatt af því. Það var bara einhver ákveðin prósent af öllu sem fór inn og einhver tíman var ég að fá sendan risastóran trefjaglir tank með risavaksin og svo var hann fylltur á alls konar mælitækjum og drasli sem að ég var að fá líka og svo stendi ég á höfninni á Qaqortoq eða í Julianehop og þegar að tollurinn kemur og þeir taka út tankinn og svo opna þeir tankinn og svo dróðu þeir allt út úr tankinum og hvert einasta snitti inn var mælt að því það var upp á rúmmálið sem að átt að borga. Þannig að ég var raun að borga margpalt og ég meina skipti mig eða háskólann í Tromsø sjálfsög engum máli örugglega en fyrir alla grænlendingar þurfa að gera þetta við allt sem að kemur til Grænlands en eins og ég sagði, ég veit ekki hvort þetta sé svona ennþá en þeir hafa aldrei verið neitt þeir hafa verið frekar stífir á eins og örugglega. En ég man núna þegar þú ert að segja þetta fyrir ekki að þú nefndi Bubba það kannski ekki alveg tilviljun að þeir bara fílu Bubba að því að það er náttúrulega lagið sem að Tolli kannski samt í textan ég man ekki allavega blötu sem að var lína svona danstir yfirvaldið sem heimtar að sliktur sé sinn og svo, ég veit ekki hvort það megi segja en allavega það er mjög svona gagnrýni á Dani í einu lagi þarna hjá Bubba. Já og það er líka bara þegar þú settist niður og að tala við yfirleitt voru það bændur sem ég var umgangast þarna sem að voru og það var enginn sem var hamingjusam með Dani, alls ekki en þú veist en það er örugglega misjafnt hvar þú ert í Grænlandi. Grænland er náttúrulega svo risastórt að það er eiginlega ómögulegt að ímynda sér það þegar maður situr upp á Íslandi og Ísland er stórt, skilurðu og þú getur auðvitað verið eitthvað starf á Grænlandi og það er ekki manneski í 50-100 km radíus það er svona idiotstort og fólk er samansafnað á einhvern smá stöðum og það eru örugglega misjafnt þú veist fyrir þetta hvar fólk er ég meina fólk í Nuuk ábyggilega hugsar alltaf öðruvísi heldur en fólk niður í Ammassivik eða
eða á öðrum stöðum sko. En ég veit ekki, mér fannst líka eitt sem ég sá þarna sko, sem að ég vissi að Grænlendingar voru voðalega sárir yfir að fyrsta skipti sem ég kem til Julianihop og þá hitti ég fullt af fólki þarna sem hafði verið að vinna í skinnaðinanum og voru að sýna mér sko vörhús sem voru full af selskinnum og það seldust engin selskinn náttúrulega vegna þess að Greenpeace var náttúrulega búin að demonessa selveiðar og fólk hafði ekkert að gera annað en að bara sitja heima og drekka brennivín eða eitthvað sko. Það svona, þetta var rosalega einhvern veginn niðurdrepandi stemming í bænum af því þetta hafði verið það sem allir voru að gera sko. Og og þetta gerist svona hratt er það ekki bara gerist bara yfir nótt sko, algjörlega. Ég er ekkert hiss á því að Sea Shepherd chefin sé í fangels og Grænlandi, þeir sleppa honum örgulega aldrei sko. Það eru rosalega margar sorgarsögur sko, sem eru frá Grænlandi vegna þess að fólk fer yfir strikið, ég meina þú veist já. En já, en svo var hitt líka með að Ameríka hugsanlega vilja taka yfir Grænland sko. Jú, Grænlendingar eru splittaðir í alls konar smá hópa. Þeir eru heldur ekkert rosalega margir og ég get alveg ímyndað mér að einhver sem er með eitthvað úthugsað plan hafi ekkert rosalega, það sé ekkert rosalega erfitt að brjóta það niður og fá alla til að samþykkja að verða Ameríkanar. En það sem bjargar þeim kannski er þessi svona casual rasismi sem þú heyrir frá Bandaríkjamönnum. Sko Kanada á að 51. Fylkið en Panama og Grænland eiga bara að vera sko eins og Puerto Rico eða Vestur Samoa þar sem að lögin gild ekki og þú veist svona auka fylki. Nei, bara nýlendur, hreinlega nýlendur, þar sem að stórfyrirtæki fá að gera nákvæmlega það sem þeir vilja, eins og í öðrum nýlendum Bandaríkjamenn eiga náttúrulega fullt af nýlendum út allt. Og þú veist, fyrir það sem hafa áhuga á að lesa hvað gerist þar, að það er ekkert voðalega fallega saga, sko. Og ég efast að Grænlendingar séu mjög impressed með verðandi forsetan og það sem hann er búin að vera að segja vegna þess að hann, þú veist, tala svona niður til þeirra. Og svo er líka, ég meina þetta er ekki fyrsta skipti sem að Bandaríkjamenn hafa reynt að fá Grænland og þegar þeir buðu fyrst Dönum, hvað var $5 milljónir árið 1840 hvað það var sko, að þá var skilyrði fyrir tilbúðinu að Grænland yrði mannlaust. Að Danir myndi taka alla og bara flytta þau í burtu sko. Og ég veit ekki, ég hef meiri trú á Grænlendingum með það að þeir kaupið þetta alveg. Ok, það er nú gott, en nú ég ætla ekki að hafa eftir á hann því að kannski rangt hjá mér eftirhaft en í spjalli við sko Færeyinginn Karl Jóhann Jensen þá var ég aðeins að spyrja nú Grænland sko því að þá var einmitt bara þegar við vorum að spjalla saman þá var hann þessi sonur að lenda í Grænlandi og þetta snertir Færeyinga svona þessi grænlenska saga þeir eru líka nýlenda en hann var svona að segja að þetta yrði örugglega notadóldið af Dönum sem til að sannfæra Grænlendinga sjálfstæði sinna á Grænlandi að það væri sko miklu betra að þeir væru þarna svolítið bara eins og ameríski herinn hér eða það væri mjög gott að Danir hefðu væri ennþá við völd til þess að verja þá einhvern veginn. Þetta er lauslega, ég teka fram þetta sko ekki beint haft út í Karl Jóhann Nei, ónákvæmt hjá mér. Já, en þú veist auðvitað mikið til í því. Þú veist, ég held að það sé ekkert endilega markmið hjá öllum Grænlendingum að verða sko sjálfstæðir frá Dönum endilega sko. Og það er ekkert auðvelt að búa á Grænlandi, skilur við. Og þeir þurfa meira heldur en þeir hafa geta, þú veist, þegar ég var þarna þá voru á þessu rísasvæði sem að var þarna
í kringum lyktin á fjörðin og þessa staði. Þú veist, það var ekki vegarspotti og það var ekki, þú veist, það hefði aldrei verið neitt búskapur þarna ef það verið ekki styrtir í bak og fyrir af Dönum og ég meina, ég er ekkert að útmála Dani endilega sem einhverja illgerðamenn, sko, en þeir hafa verið, það sem ég var að benda á er að þeir hafa verið frekar blindir á það að ef það er alltaf að halda þessu sambandi að það er alltaf þurfa að koma fram við Grænlendinga eins og jafningja, skilur og þeir hafa ekki endilega alltaf gert það og já, þannig að þeir eru náttúrulega bara nýlendu, hvernig er hægt að koma fram við, hvernig getur eiginlega nýlendu herra komið fram við nýlendu sína sem jafningi, er það ekki bara svolítið ómögulegt? Já og nei, jú það er alveg að segja það, ég meina og þú þarf ekki að vera nýlendu herra eiginlega, sko, þú ert með svipað vandamál í Nóri, þú veist, norðmenn og samar, skilur, það er alls konar, það er hrikalega ljót saga á bakviða og þú veist, trúarkúun og aftökur og samaskittur og þú veist, það er bara endalust af hlutum sem hafa gerst, en við verðum líka að líta á það að, ég meina, okkar samfélag hafa líka breyst rosalega hratt bara meðan við höfum verið á lífi, skilur við og auðvitað getur fólk breyst og auðvitað getur fólk lært og Já, þú meinir að herraþjóðirnar getur tekið svona sinnaskiptum og verið betra eða bara horfst í augu við að, þú veist, það er ekki svona sem við viljum vera. Þú veist, við viljum ekkert vera þetta fólk, við viljum vera, þú veist, öðruvísi og það er alveg fer líka, sko. En ég held að grænlendingar þurfa ekki að horfa neitt langt til þess að sjá að þeir munu eiga mun erfiðara uppdráttar undir bandaríkjamönnum heldur en þú veist, skandinavísku, sósíaldemókratísku, þú veist, það er svona, já, þar eru þeir bara tól, sko, sem að eru koma til með að vera notuð eða hent þegar þeir eru ekki nothæfir, sko. Nú finnst mér svolítið skrítið þegar eitthvað svona fólk getur svolítið hissa á, eða ekki fólk, ég hef allavega að lesi einhverju svona að segja þessi svolítið, eða var kannski fyrir nokkrum árum eins og svona fyndið að Bandaríkin eða einhverju væri svona ásælegt Grænlanda því að Grænland það væri nú ekki þar nema bara einhvern veginn auðurinn og ísbyrnir og svona, en er þetta ekki svona frekar fyrirsjánlegt í svona stjórnmála ástandinu núna að það sé kapphlaup þessar norrænu slóðir, sko? Ég veit ekki, sko, þetta er sko, það er kaltæðin nýður sér svo að Bandaríkjamenn þurfa ekkert vera með þennan brussuskap, sko. Þetta er bara, þú veist, Trump vill bara vera stór strákur, sko, og þá hoppaði maður í baðkerið, sko. Og þú veist, Bandaríkjamenn hafa alltaf fengið að vera með allar sínar herstöðar sem hafa viljað á Grænlandi og þeir hafa verið með fullt af herstöðum og fullt af flugvöllum og ég meina þeir voru með þú veist, herstöð inn í miðjum Grænlandsjökli, Camp Century sem var, þú veist, kjarnorkuver sem var inn í miðjum Grænlandsjökli með fullt af hermönnum og svo og út allt, Sandström, Thule niður í Narsarsuaq var á tímabili stærsta hersjúkrahús í heimi til dæmis og það var algjör leynd yfir því, það mátti ekki vita það en maður getur farið að skoða það núna en það var hersjúkrahús þar sem allir voru fluttir sem að særðust í Kóreu og ég held í byrjun á Víetnamstríðinu og voru fluttir þangað til þeir voru hægt að sína á familjónum og þá voru þeir sendir heim, sko, og sumir fór aldrei heim og það er hrikalega sorglegur staður sjúkrahúsið stóð upp í það er lítið dalur fyrir ofan flugvöllinn Narsarsuaq sem heitir Þokudalur og þú ferð þangað upp og það er búið að rífa allt sjúkrahúsið nema hvað að gólfið er eftir sem er allur dalurinn það er bara gólf og svo er einn risavaxinn arinn sem að stendur á miðju risagólfinu, sko, og þetta er svo stórt að þeir sem unnaðu spítala þeir notuðu reiðhjól til að komast á milli, sko, innandyra og þetta var þarna í einhverja 10 ára þú veist Bandaríkjamenn þurfa þetta ekki vegna hernaðarbrölds, þeir geta og hafa alltaf fengið og munu alltaf fá
að vera með allt hernaðarbrölt sem þið vilja þar, sko. Það sem þið vilja aftur á móti eru námuréttindi sennilega. Og ég meina Grænland elsta berg í heimi og það er alls konar hlutir sem hægt að grafa upp úr jörðu þar sem erfitt að fá annars staðar. Eins og gull til dæmis, ekki? Íslendingar eru svolítið að pikka eftir gullið þar, já, eftir gullið þar. Og en það er náttúrulega verið að hugsa aðalega þungmálma og málma til að nota í sjaldgæfa jarðmálma, skilur, sem erfitt að ná í annars staðar. Og grænlendingar sjálfur eru ekki í því að nýta sínar auðlindir? Grænlendingar náttúrulega eru að nýta það sem þið geta, en ég meina grænlendingar eru ekki nema ég man ekki, þegar ég var þar þá voru grænlendingar 45.000 manns og þá voru kannski 10.000 danir á Grænlandi og þú veist, þetta er svona tvisvarsinnum Akureyri, ég meina þeir eru ekkert að fara að eyða einhverjum hundruðum milljarða að mylja niður eitthvað fjall til að grafa út, sko. Núna, þú varst nú tæknimaður á útvarpsbrot, þannig að þú veist að til þess að við getum eiginlega til þess að hlustendur heyri í okkur frekar en borhljóðunum Já. Þá verðum við að reyna að tala eins í svona nærjavel, þetta er alveg óbáðslega þreytandi þessi borhljóð. Já, þetta myndi mér svolítið útvarpsbrot, við vorum með hampiðin alltaf í bakgrunninum, sko. Já, voru alltaf þessi svona erfið hljóð? Það voru vélarnar í hampiðinu, voru alltaf á fullu blúsi fyrir aftur hinum einu vekkinni á okkur, sko. Annars er óheppileg staðsetning fyrir stúdíu, sko. Já. En það var gaman á rótinni. Það var mikið tilraun og útvarp og svona mikil, svona gagnrýnin samfélagsumræða sem þar var í gangi. Gerðist þar. En Grænland, ef við aðeins höldum okkur við Grænland, þótt tíminn sé að hlaupa frá okkur og borin sé að drepa okkur, þá hvað getur þú sagt okkur aðeins svona bara gefið okkur innsýn, mér finnst þetta svo svakalegt með þetta þessa leikmynd þetta hersjúkrahús, hafi ekki verið gerða bíómyndir þetta eða svona? Ég held ekki, en það er búið að setja upp einhverja, síðast þegar ég var í Narsarsuaq, það var búið að setja upp þannig sýningu og það var bara þú veist myndir og einhver plaggat upp á vegg, sko. En fyrir það sem er að hlusta að hafa komið til Narsarsuaq, sko, þú kemur þarna inn og það er þessi hlíð út með firðinum sem að ég sá mynda þessari hlíð sem að var tekið 1961 cirka og það voru ekkert nema risastóra læknabílur alla leiðina, sko, sem er búið að rífa allt saman burtu og þeir voru með þar einhvern tímann var ég líka ráðin til að það verið seinna árið sem ég var þarna, ég var ráðin til að kíkja á stöðuvatn sem að þeir voru með upp hjá Sandström, þar sem að alþjóðaflugvöllurinn sem er í Norður-Grænlandi, þarna vestamegin, sem að var ennþá bandarísk herstöð og þeir voru hræddir að þeir væru búin að eyðileggja fiskinn í vatninu og ég fer hann í viku og að mæla og veiða og eitthvað og þar var, og ég meina það var rísa herstöð með flughlöðum og sprengiflugvélum og guðum að vita hvað, sko. Og svo var ég hann í viku og tekka á þessu vatni og svo kom í ljós að þeir bara, kunni ekkert að veiða, þannig að það var fullt af fiskir. Kunni Grænlendingar ekki að veiða? Nei, bandarísku hermenn. Já, bandarísku hermenn. Grænlendingar, það var lítið á grænlendingum hann upp frá. Ég meina, þetta er svo risavaksin staður, ég meina, það er ekkert gefið að þú hittir grænlending þó þú lendir á einhverju random stað á Grænlandi. Svona líklega þú hittir bandarískan hermann, grænlega. Á tímabili hefur það byggilega verið þannig, já. En má ég að spyrja mig þessar og kendir þú þá hermannunum að veiða? Nei. Ég sagði bara að þið kynni ekki að veiða og svo fór ég. En þegar þú talar um þessar mælingar og þú ert með þessi risa mælitæki, kom eitthvað út úr þessu mælingum svona ef maður spyrja? Og hvað þú varst að mæla? Það sem við vorum að gera var ákveðið verkefni sem var í gangi sem að byggðist á því að veiða litlar bleikjur í offsetnum vötnum, setja þá í svona landeldistanga, fóðra þá yfir veturinn og síðan slátra þeim árið eftir. Vegna þess að
sko sílungur yfirleitt getur framleitt miklu fleiri afkvæmi heldur en vatnið ber og þannig að það verður, ef það er ekkert veitt úr vatninu þá verður hagstæðir að vera kynþroska yngri og yngri þegar svona fiskur sko. og þannig að vöttar sem eru góðu skilja þau eru alveg stappfull af 10 cm löngum sílungum þannig að ég bjóð til gildrur og veiddi niður í gegnum ís í gildrurnar, lifandi fisk, henti þeim í stór kér, öldu það upp yfir veturinn og svo var það, og þetta var sem sagt sett upp 2 svona stöðvar á Grænlandi og svo gerðum við þetta hérna á Íslandi. Ég var að vinna við þetta líka 2 ár hérna á Íslandi þar á eftir áður en ég fór í að læra í hlífræði út í Noregi. Vorum austur á landi, vorum að veiða í þríhyrningsvatni og fleiri vatni fyrir austan og setja litlar eldistöðvar heima á bændum bara hér og þar. Það var fínt. Þannig að þetta er svona, já, þarna er verið að gera svona, þetta er fiskeldi á aðeins öðrum fórsendum en núna er þetta. Já, þetta var fólk bara með, 2-3 tanka og framleiti kannski, 2 tonn eða 3 tonn eða eitthvað. En er það ekki rétt þá, núna þegar verið að spyrja hvort að menn sé á móti fiskeldi og sjá, að þá eru margir að segja, sko, það er kannski ekkit alveg rétt að vera á móti öllu fiskeldi, heldur kannski, ef það er einmitt svona að bændundir sjálfur eða fólkið, almenningur í héraði eða á svæðunum einhvern veginn hefur á einhvern nátt aðkoma að því, ber ábyrgð á umhverfis áhrifunum og svona. Þetta er svolítið svona sama eins og þegar við erum að tala smáfiska, smáútgerðina, sko, að leyfa fólki að veiða og króka í kringum landið, sko, að þú veist, því nær sem að fólk er auðlindinni, hvort sem að það er verið að rækta fisk eða veiða fisk eða gera eitthvað svona, því fleiri hendur koma að og því oftar skipta verðmæti eigendur í keðjunni og það er betra fyrir samfélagið. Ég meina þannig að þú veist, samfélagið fær voðalega lítið þegar það kemur bara einhver einn risatógur og veiðir allt upp og svo er hann bara farin, sko. Og eins og þú veist að fiskurinn er ekki eins og seldur á landinu, hann er seldur einhverjum fyrirtækjum út í Evrópu sem að þessi fiskveiði fyrirtæki på Íslandi eiga sjálf og selja sér á sínu verði og svo setja þeir upp verði þegar þeir eru að fara að selja útlendingum. Þetta er svona típist auðhringjaðæmi og við bara erum svo lélega við getum aldrei gert neitt í þessu. Þannig að það er svolítið rétt hjá Grænlendingum. Við erum inúítar, eða það er að segja, ekki að það sé neitt svona inúítar að vera, það er að segja við erum bara svolítið á sama báti þá og Grænlendingar. Við erum svolítið á sama báti. Við eiginlega, þú varst að tala að skipta nýlenduherra, sko, ég meina, þú veist, við hendum út danska konginum fengum engengana eða eitthvað, þú veist, og það skilur við. Svo fáum við núna norsku, þessir auðhringi, þeir náttúrulega einmitt eiga ríkasti maður Noregs er sá sem á Arnarlax og yfirleitt allt fiskeldi fyrir vestan sem er í sjó og þetta er bara sama, hann fær ekki, hann þarf að borga rosalega mikið fyrir leyfin í Noregi, þannig hann þarf ekki að borga hér af því að af einhverjum undarlegum ástæðum að það bara fekk hann gefins alla fyrir þína, þú veist, og svo einhvern veginn, þú veist, tekst okkur aldrei að finna út hvað er eiginlega í gangi vegna þess að, þú veist, við þurfum að horfa á fólk eru upptekið að öðru heldur en því sem að máli skiptir í þessum gera, þannig að En við myndum nú kannski vakna vondum draumi ef einhver færi fram á allir að fá Ísland án Íslendinga, þá myndum við kannski allavega eins og Já, annars gætu við sennilega Grænlendingar átt okkur. Nema við flýtum til Spánar bara. Er ekki til í tenni eða En þú veist, þetta er samt alveg spurning. Ég meina, þú veist, það er ekkert úr myndinni að einhver daginn Trump vakna upp á langi í Ísland. Þú veist, hver veit, hvað gerum við þá? Ég meina Þú ert nú hanna leiki og þú veist að svona einhverja strategíur, það er ekki ómögulegt einmitt að einhverjum þetta til hugar. Sko. Þetta er alveg séns. Og hvað hefur að gera til að svona vera samherjar, Grænlendingum samherjar? Er það ekki bara þá líka gott fyrir Ég held að það sem að Grænlendingum það hitti sennilega vænstum, allavega allir þessu fólki sem ég hitti og bjó með þarna í allan þennan tíma
væri einfallega að við værum bara góði nágrannar og heimsáttum það oft og þú veist borðuðu matið þeirra og fari í, þú veist labbitúr á Grænlandi skilur og vera bara góði nágrannar skilur það þú veist, þú þarft ekkert að vera með eitthvað þú veist, við þurfum ekkert að fara það bara til þess að byggja risastóra virkjun eða eitthvað skilur, ég meina það er bara hægt að við erum bara almennilegur við getum séð Grænland frá Vestfjörðum sko á góðum degi þannig að hérna ég held að myndi gera Íslendingum þess mjög gott að fara þarna meira það er rosalega gaman að fara til Grænlands til dæmis og hérna leigja lítinn bát, sigla á milli fjarðana þar sem enginn býr og veiða sílung í ánum sem falla það niður sko, sem eru sko, sumar þeirra eru svo þétt setnar að þú getur labbað þurrum fótum yfir sko, svo ég noti nú triksið sem að Eiríkur gerði hérna til að láta fólk fara þangað, en þetta er Eiríkur rauði þá, eða? Já. Grænland, sko, það drýpur smjör að hverju strái, sko. En ekki íspilnir líka? Þú eru ekki reykist á íspilnir? Jú, það er íspilnir. Nei, ég sá að vísu, ég labbaði eitthvað hérna fram á hérna hópa á rollum sem hefði verið rifnar í sundur af íspilni og það var síðast skipti sem að ég fór út fyrir hús að það hafa við byssu bara svona upp á en ég sá aldrei íspilna kom aldrei, en þeir eru það er mjög slæmt ef þeir koma á sumrin vegna þess að þá er þeir að koma vegna þess að þeir fá ekki það er ekki matur það sem þeir eru vanir í þetta sko. Þannig að þá vilti helst ekkert vera að hitta það sko. Það var ræða hérna einmitt leikhús sko, grænlenskt leikhús og það hefði verið svona leikhússýningar fyrir börn sem að væru dálítið hræðilegar til þess að svo að hérna kenna krökkum að þú veist, sína viðbröð að geta öskrað á, nú er ég líka að hafa ónákvæmlega eftir sko lýsinguna, en þetta að verða ekki bara, að lamast ekki af ótta gagnvart íspilni sko. Já, ég meina þetta er ekki djók, þetta eru stærstu rándýr sem að hérna myndu reyna að éta okkur sko og ég meina það voru skólafélagi mínir sem voru drepnir upp á Svalbarða þegar ég var í háskólanum í Tromsø að læra líffræði sko. Ég meina það er alls ekki djóka að enda í íspilni sko. Það er svona bara hlaupa í hináttina. En það er vonandi þá þessi leikhópar líka sem sagt með þessari geti kennt að forðast svona íspilni eins og Donald Trump. Þetta eru svona almannavarnir á grunnleveli sko. Já, öskra á nýlendu herrana en nú ætlaði ég akkur að spyrja eitthvað sem ég er búin að akkur þeir ekki lengur verið að bora þá í rólegheitum þá hérna er maður bara það dettur maður út maður nú er svo vanur borinu allt í einu en ég held að við segjum þetta gott í Grænlandsspjalli kæra þakki fyrir að koma og svona gefa okkur smá innsýn í grænlenskan veruleika og eiginlega þetta samstarf ég ætla að segja, eitt sem ég ætla að spyrja þú segir að það sé gott að vera góðir grannar en heldur þú að vinnuðinum á Grænlandi þetta ekkert væntum að kemur eitthvað svona opinber yfirlýsing frá Íslendingum að sjálfsögðu að vera góðu granni er að styðja fólki með ráðum og dáð og auðvitað að ekkert vera feimin við það að styðja Grænlendingi það sem að þeir vilja gera skilurðu og hvort sem að þeir vilja standa einir eða vera með dönum eða hvað þeir vilja gera þeir eru þarna og þeir verða þarna og við verðum vonandi þarna þannig að það er eins gott að við höfum góða samskipti þar sem eru nálægt okkur En við erum svo dyggir NATO-sinnar að við kannski bara höfum fullan skilning á því að það þurfa að byggja upp þarna hernað á Grænlandi Já, nei, ég veit ekki, ég hef alltaf verið á viljað okkur út úr NATO og þangað til núna á síðustu verstu tímum, skilur við, vegna þess að núna er ekki rétti tíminn það er bara þannig sem er og þú veist, þú getur sagt allt mögulegt vont NATO en ég skil til dæmis finna mjög vel, skilur við og Svía ég meina hvað er langt síðan að Rússar réðist inn í Finnland það er ekki 100 ár, skilur við og þeir ætlaðu bara að taka það eins og þeir
tóku allt annað á öðruvísi mér áður brá Jón Helgi Þórarinsson sem ég þekkti fyrir Útvarp Brót og mikið herstaraðstæðingur núna sé ég því alveg hérleiðis eftirleiðis með riffil á öxlinni að ganga og orðinatúsin en tíminn að hlaupa frá okkur. Helmingurinn af fyrirtækinu sem ég vinn hjá í Finnlandi og þú veist, og ég er búin að vera það nokkur sinnum á síðustu árum og það er eiginlega ekki djók, skilur. Ég meina, fólk í alvöru smeygt við við hvað að gerast og hvers vegna ekki okkur, skilur. Hvers vegna koma þeir ekki hingað. Það er engin ástæði fyrir það að gera það ekki, þú veist. Svona minn sem er 9 ára segir skrítið að vera að því við viltumst inn í Hvalfjörð og keyrðum hann gömlu herstöðina og hann var svo skrítið að vera með herstöð hérna í Íslandi, þá verðum við að einhverju marki, það er miklu betra vera, hans svona leikjastrategi að sagði það, miklu betra að vera bara án hers, þá erum við ekki skotmark. Algjörlega, en svo kjósa bandarækjumenn einhvern algjöran fávita sem forseta sem að, heyrðu, okkur vantar herstuð þarna. Þú veist. Hvalfjörðum að fara að vara sig. Heyrðu, Jón Helgi Þórarinsson, tölvuleikjahönnuður og líffræðingur og Gandalfur og allt mögulegt. Leikari og ýmislegt, allt mögulegt fyrir útvarpsrótmaður. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og tala Grænland. Við ætlum að halda áfram að tala Grænland í næstu viku að gefnu tilefni en nú fyrir við að ræðum aðeins þessa hræðilegu elda í Los Angeles. Takk fyrir að hlusta og ekki fara langt. Við tökum smá fríminútur og höldum svo áfram. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.